Framtíðarmöguleikar Suðurnesja eru góðir þegar mat lagt á atvinnumál, íbúaþróun og efnahag samkvæmt skýrslu Nordregio, landfræðistofnunar Norðurlanda. Skýrslan var birt í vikunni og eru Suðurnesin í 18. sæti af 74 svæðum á Norðurlöndum. Nálægð við höfuðborgarsvæðið og Keflavíkurflugvöll, ný fyrirtæki og íbúaþróun eru meðal kosta sem nefndir eru. Staða Suðurnesja hefur batnað mikið miðað við úttekt sem gerð var árin 2010 til 2015. Suðurnesin eru eina svæði á landinu sem þannig ástatt Önnur svæði á Íslandi eru í 27. til 41. sæti. Oddný Harðardóttir fer fyrir hópi þingmanna sem vill fela innanríkisráðherra að láta kanna kosti þess að flytja innanlandsflug til Keflavíkurflugvallar. Einnig verði lagt mat á rekstrargrundvöll og möguleg sóknarfæri Keflavíkurflugvallar með tilliti til þróunarmöguleika flugvallarins og áhrifa á íbúa, ferðaþjónustu og atvinnulíf á Suðurnesjum. Ætlast til að ráðherra skili skýrslu með niðurstöðum könnunarinnar nú á vorþingi 2016. Oddný telur mikla hagsmuni undir fyrir Suðurnesjumenn í þessu máli. Suðurnesjumenn halda áfram að tútna út í ferðaþjónustunni. Elsti veitingamaður Reykjanesbæjar, Björn Vífill Þorleifsson, sem rekur veitinga á skemmtistæðin Rána, stendur ásamt Þorleifi syni sínum að byggingu hótels við Hafnargötu í Keflavík. Stefnt að því að hótelið rúmi 100 herbergi á 4 hæðum og yrði það þá stærsta hótelið á Suðurnesjum. Hótelið gengur undir nafninu Continental Bridge Hotel og vísa það til brúarinnar milli Heimsálfa á Reykjanesi og tekur hönnun byggingarinnar mið af því þar sem 2 byggingar eru tengdar saman með tengibrú við aðalingang. 89% þeirra íbúa Grindavíkur sem tóku þátt í þjónustukönnun á vegum Capacent Gallup eru ánægðir eða mjög ánægðir með þjónustu bæjarfélagsins. Af þeim eru 51% mjög ánægðir og 39% frekar ánægðir. Þeir þættir sem Grindvíkingar eru helst óánægðir með eru þjónusta við eldri borgara, fatlaða og þjónusta grunnskólans. Í samanburði við hin 19 sveitarfélögin er Grindavík í 15. sæti þegar kemur að þjónustu grunnskólans. Foreldrar ungra barna í Grindavík skrifuðu á dögunum bréf til allra bæjarfulltrúa þar sem bentir á vanda sem foreldrar standa frammi fyrir. Biðlistar hafa myndast hjá leikskólum og dagmæðrum í bæjarfélaginu og fyrir vikið eiga foreldrar erfiðara með að komast aftur á vinnumarkaðinn að fæðingarorlofi loknu. Börn komast ekki í daggæslu fyrir 15 mánaða aldur. Þegar fæðingarorlofið er aðeins 9 mánuðir skilur það eftir sig gat í innkomu fjölskyldna. Alls er að ræða 42 fjölskyldur sem rita nöfn sín undir umrætt bréf. Unnið er að uppsetningu á aðstöðu til rannsókna á súrnun sjávar hjá þekkingarsetri Suðurnesja í Sandgerði. Verkefnið er unnið í samvinnu við Rannsóknasetur Háskóla Íslands á Suðurnesjum og Náttúrustofu Suðvesturlands. Frumkvöðlasjóður Íslandsbanka veitti á dögunum styrk til uppbyggingarinnar. Það eru að eiga sér stað miklar og hraða breytingar í sjónum norður af Íslandi og því hefur verið kallað eftir auknum rannsóknum á áhrifum þeirra, segir Hrönn Egilsdóttir umsjónarmaður verkefnisins. Garðmenn vilja ræða þenslu á Suðurnesjum og áhrif hennar meðal annars á sveitarfélögin á Suðurnesjum. Þegar samband sveitarfélaga á Suðurnesjum, SSS, kemur saman til vetrarfundar á næstu vikum. Og meira úr garðinum, því byggingafulltrúi Garðs hefur gefið út framkvæmdaleyfi vegna sjóvarna í landi sveitarfélagsins sem eru unnar með vegagerðinni. Nú er lokið fyrsta áfanga innleiðingar rafrænnar íbúagáttar sveitarfélagsins Voga. Á heimasíðu sveitarfélagsins er hlekkur á íbúagáttina þar sem unnt er að skrá sig inn með aðstoð rafrænna skilríkja. Í íbúagáttunni er nú að finna öll eyðublöð sveitarfélagsins sem snýra henni ýmsu þjónustu. Ásgeir Eiríksson bæjarstjóri í Vogum segir að margir íbúar hafi nú þegar tileinkað sér gáttina sem samskiptaleið við stjórnsýsluna. Á næstunni verða fleiri þættir virkjaðir í gáttinni, meðal annars aðgengi að álagningarseðlum fasteignagjalda. Og í lokin smá sport. Crossfit-daman og njarðvíkingurinn Sara Sigmundsdóttir er á heimsferðalagi ef svo má segja. Hún er orðin atvinnumanneskja í íþróttunni og ætlar sér stóra hluti á árinu. Meðal annars ætlar hún að gera atlögu að heimsmeistaratitlinum en hún sigraði nýlega á móti í Boston annað árið í röð. Sara er orðin heimsþekkt og segir okkur frá því í skemmtilegu viðtali í Víkurfréttum í þessari viku. Öskudagur gott talent er viðburður sem haldinn er á öskudaginn í Reykjanesbæ. Þar stíga krakkar á svið og gefa leyndum hæfileikum lausan tauminn. Meðfylgjandi svipmyndir voru teknar á skemmtuninni en verðlaunahafa má sjá á vef Víkurfrétta, vafe.is.
Watch me